einn af þessum fundum hafinn, viðbragðsstjórnar og... Í dag var hér sameiginlegur fundur viðbragðsstjórnar Landspítala sem meiri hluti framkvæmdastjórnar spítalans í, annars vegar og hins vegar farsóttanefndar og þá undir stjórn minni sem forstjóra. Við erum að vinna samkvæmt farsóttahluta okkar viðbragðsáætlunar og við erum á neyðarstigi þar og þá vinna viðbragðsstjórn spítalans og farsóttanefnd saman og við erum að taka sameiginlega ákvarðanir sem lúta að þessari viðbrögðum þessari COVID-sýkingu. Og svo erum við með heildartölur. Það eru 2 skýrslur, annars vegar klukkan 9 á morgni og hins vegar klukkan 3 að degi. Við fundum á hverjum degi í hádeginu, að minnsta kosti klukkutíma og þar eru teknar ákvarðanir sem lúta að viðbragði spítalans við þessari COVID-veiru og allar tilfæringar sem verða því við erum náttúrulega að færa í rauninni okkar þjónustu, við erum að umbylta henni á nokkrum dögum yfir í það að geta tekist á við þetta sérstaka verkefni en á sama tíma lagt til hliðar þau verkefni sem að vissulega eru mikilvæg en geta beðið þegar að svona vá stendur fyrir dyrum. Við erum í rauninni búin að gjörbreyta starfseminni á 10 dögum eða svo. Við erum búin að opna COVID-göngudeild sem er rauninni að sinna nú nærri 700 einstaklingum sem eru sýktir af COVID-veirunni. Við erum með nálægt 100 starfsmönnum sem eru að sinna þessu í eingöngu, eða því sinnast eingöngu, bæði að hringja út og síðan að sjá sjúklinga á sérstakri göngudeild sem við höfum komið upp hér í Fossvogi, í Gámum og síðan í Birkiborg sem er húsnæði sem við höfum tekið undir þetta. Á sama tíma er öll valkvæð starfsemi spítalans meir og minna niðurlögð nema þá að við erum náttúrulega það sem að ekki verið komist hjá því, þar erum við auðvitað að sinna sjúklingum og við erum að sinna útringingum og reyna að þjónusta fólk á þann hátt. En það má segja að við erum í rauninni að færa hundruðir starfsmanna og jafnvel þúsundir á milli starfa og í það að sinna og bregðast við einstaklingum sem að veikjast af fá COVID-sýkingu og það er eitthvað sem við erum bara að gera á viku 10 dögum. Þetta er í rauninni eins og hernaðarástand en það er alveg ótrúlegt að sjá hvað okkar fólk er sveigjanlegt og einbeitt og hvað það stendur sér vel undir svona miklu álagi. Það eru allir að róa í sömu átt og það er rauninni ótrúlegt að sjá. Landspítali er auðvitað þjóðarsjúkrahús og við erum svona hornsteinn og bakhjarlinn þegar að alvarlega heilbrigðisvá steðjar að og þannig erum við að standa okkur og þannig er spítalinn að sýna sig núna virkilega. Við erum þjóðarsjúkrahús og auðvitað leitar fólk til okkar alla daga og núna getum við ekki sinnt því sem að mögulega getur beðið því við verðum að bregðast við þessari vá. Þannig við erum mjög þakklátt fólki fyrir að sýna skilning. Við sjáum það að bæði sjúklingar sem að þurfa þá að bíða lengur sem og aðstandendur sem get ekki komið í heimsókn nema mjög sérstaklega standi á. Við stöndum í þakkarskuld við fólk fyrir hversu skilningsríkt það er varðandi þetta og auðvitað erum við líka í þakkarskuld við aðstandendur okkar starfsfólks sem að þarf núna að þola það að okkar fagaðilar og aðrir sem vinna á spítalanum eru að leggja á sig miklu meira og miklu erfiðari og lengri vinnudag við framandi aðstæður sem að auðvitað reynir á. Já, við byrjuðum undirbúningin í janúar þegar það var ljóst í hvað stemdi og við vorum algjörlega undirbúin þegar fyrsti sjúklingurinn kom á Landspítala. Og við höfum verið að bæða að undirbúa hvað varðar mönnun sem er líklega okkar mesta áskorun fyrir utan húsnæði. Við erum búin að gera flæðirit varðandi flæðissjúklinga, COVID-sjúklinga á Landspítala, bæði hvað varðar getu gjörgæsludeildana og legudeildana og hvernig við komum þá öðrum sjúklingum fyrir og sem betur fer að þá barst okkur mikill liðsauki þegar hjúkrunarheimilin tóku frá okkur sjúklinga með færni og heilsumat og það liðkaði til að við gátum eiginlega unnið áfram, svo það sé sagt. En þannig að við erum bæði búin að vera að vinna í birgðahaldi, hvað var það mönnun og húsnæði og flæði og til þess að láta þetta allt saman ganga upp. Við höfum áralanga reynslu af viðbragði hér á Landspítala. Við erum með mjög öfluga viðbragðsáætlun þar sem að allir kunna sitt hlutverk. Það er ekki langt síðan við æfðum farsóttarviðbragð og það kemur okkur sannarlega til góða núna. Starfsfólk Landspítala er að standa sig alveg frábærlega vel.